Á réttum 3 árum hafa orðið 8 eldgos á Reykjanesskaga. Það fyrsta hófst í mars 2021 og því 8. lauk í lok júní 2024. Búist er við að það 9. hefjist jafnvel innan skamms. Eldgosin hafa eins og alþjóð veit haft mikil áhrif á fólk sem búsettir í næsta nágrenni við þau og óljóst er hvort og þá hvenær Grindvíkingar geta snúið aftur heim til sín. Lífæðar landsins er hlaðvarp orku og veitutengt málefni og því beinum við kastljósin í dag að mikilvægum orku og veitu innviðum sem eru á eldgosasvæðinu og þá miklu vinnu sem farið hefur í undirbúning, viðbragð og lausnir til að verja þá fyrir þessu áhlupi náttúrunnar svo búsetta á Reykjanesskaga verði áfram möguleg. Hingað til minn í dag eru komnir þeir Guðmundur Helgi Albertsson, verkstjóri á rafmagnsviði á Suðurnesjum, Halldór Halldórsson, öryggisstjóri Landsnets og Jóhannes Steinar Kristjánsson, umsjónamaður viðhalds hjá HS Orku, en þeir hafa allir 3 staðið í eldlínunni í þessum öllu saman. Verið hjartanlega velkomnir allir 3. Takk fyrir það. Takk fyrir. Ef við byrjum bara á byrjuninni svona fyrir þá sem ekki vita neitt orkuveitu innviði á svæðinu. Hvaða innviðir eru þarna? Halldór, ef þú ríður á vaðið. Þarna eru virkjanir, gufuaflsvirkjanir sem að framleiða orku. Þarna er flutningskerfið sem við köllum raforkuflutningskerfið sem að flytur raforkuna frá þessum orkuverum sem eru þarna til dreifiveitna sem eru þarna á svæðinu líka sem að dreifa raforkunni svæðið og reyndar út af svæðinu líka og síðan er þarna veitukerfi, fráveita, vassveita og hitaveita. Þannig að það er í raun og veru öll flóran af því sem við köllum orku innviður og veitustarfsemi þarna á svæðinu. Og má ekki segja að þetta er náttúrulega mjög mikilvægur innviður fyrir samfélagið þarna á svæðinu, Guðmundur Helgi? Jú, það má segja það og lífið náttúrulega gengur ekkit án þessara innviða og mikilvægt að þeir séu náttúrulega bara upp í running öllum stundum. Þannig að það er bara mjög mikilvægt að þeim séu haldið gangandi og þeir séu í lagi. Einmitt. Og þeir eru ekkert endilega bara mikilvæg fyrir samfélagið, heldur í raun fyrir landið allt? Já, mínum huga þá er akkurat svona innviðir eins og heitt og kalt vatn og hitavatni og rafmagni og þetta er svolítið svona falið fyrir okkur. Þetta er enn að dagstælega, það rennur alltaf í vasknum, ofnunum. En við gleymum oft á köflum kannski mikilvægið þess. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt að fólk njóti góð að segja alla dag og við erum auðvitað góðu vön en áður fyrir þóttu nú ekki mikið máli ef að datt heita við þetta nóti 1-2 daga en við erum konum með miklu meiri væntingar frá viðskiptavinum þannig að við finnum það alveg að það er gert krafa að allt sé alltaf í gangi sko. Já, við bara viljum og allt virki bara 1-10 og alltaf og engin tolerans fyrir að þetta dett út í 5 mínútur. Já. Nei. Tæknin eða það sem að við höfum í dag til þess að framfleyta lífinu, það gengur líka allt fyrir þessu. Þannig að það er svo margt sem stoppar hjá okkur ef við til dæmis höfum ekki rafmagnið. Þá er bara alls konar stýringar, fjárstýringar á heimilum bara hjá fólki og í fyrirtækjum sem fólk er að reka að það stoppar allt saman. Þannig að við þurfum miklu meira á þessum innviðum að halda í dag heldur en áður fyrr. Þannig að það er hluti að því að toleransin hefur minnkað vegna þess að við eiginlega stöndum bara aðgerðalaus ef að við höfum ekki þessa innviði fyrir okkur. En nú er náttúrulega staðreyndin svo, við búum í landi þar sem að bara verður til við svona hamfarir og erum vön að fá jarðskjálfta svona við og þurfum samt svona innviði, en það lítur samt að vera versta martröð ykkar allra og allra sem við nýjum að svona stórfelldar hamfarir gerist, eða hvað? Já, nákvæmlega, ef ég má byrja að svara því sko að maður bara eiginlega, maður segja það, maður eiginlega trúði því ekki að þetta tímabil væri að fara í ganga því maður hafði svo sem heyrt það að þetta gæti gerst á Reykjanesi, eiginlega bara allt þetta hraun sem er þarna, sagan það að þarna sé mjög virkt eldsæði og svo erum við búin að lifa allan enn tíma og þetta er dautt svo fyrir þetta allt í einu í gang sko. Þannig að jú, það má alveg segja það að við höfum fengið svona, eins og maður kallar það, svona smá hland fyrir hjarta þegar allt fór í gang sko. Og byrjaði náttúrulega með þessum jarðskjálftum og í raun og veru vissi svo sem enginn hvað það þýddi sá fyrirbóðið þessir jarðskjálftar, hvað það væri og
fólki var ekkert, vísindamenn voru meira ekkert á sama máli það, hvað væri eiginlega að gerast þarna, hvað væri að fara í gang. Hvernig þá? Já, vísindamenn voru á öndverðu meiðum, það kemur þarna stór og miklir jarðskjálftar á hausti 2020 og á þetta svæði þar sem ekki hefur gosið í 7000 ár. Þannig að vísindamenn, bæði sjálfstætt starfandi jarðvísindamenn og eins vísindamenn á Veðurstofu Íslands voru ekki á sama máli það hvort það gæti yfir höfuð farið að gjósa þarna. Þannig að fyrstu viðbrögð, ef við förum þangað, voru mjög mikið miðuð að því að verja þessa innviði fyrir þessum jarðskjálftum, stórum jarðskjálftum. Þannig að hristist ekkert niður, fær ekkert á hliðina, þú veist, að hlutir myndi ekki brotna og þannig að það var lagt mjög mikið kapp á það í byrjun að áhættugreina hvað gæti í raun og veru farið úr rekstri við jarðskjálfta, hvort það væri til varahlutir fyrir það, hvort það væri til þekking til þess að gangsetja sambærilegan búnað aftur og stilla hana af og svo framvegis. Þannig að fókusinn í byrjun var að hlusta á þessa jarðvísindamenn sem að töldu mjög ólíklegt að það yrði eldgos. Þannig að þannig byrjar þetta. Það má skjóta þess inn í það, svolítið áhugavert í þessari umræðu, sko. Kannski þetta mannlegt eðli, ég veit ekki, en við erum svolítið svona reaktív oft. Veist, það talað við okkur í upphafi og sagt að það aukin jarðskjálftavirkni. Gerði áhættum þetta og það verið að spá og spekulæra, en við skynjum þetta ekkert fyrir en að skjálftin kemur og nánast húsin klofna. Við erum með skrifstofuhúsni á okkur, annar veggur, hann bara svona blakti uppsteiktu veggur. Og það er svo sérstakt með mannskepnina kannski að við áttum okkur aldrei fyrir við erum í þessum aðstæðum. Nei, og kannski þegar þess aðstæður hafi ekki komið upp í hef ekki svona komið langan upp, tíma. en einhvað að síður að svona nokkuð við vissum við að mannvirkin lægi hann undir. Ef við svona áttum okkur ekki á því fyrir en þetta kemur allt svona vegi fari sundur, veggir detta, sprungur koma, burðaverki, við þurfum að fara að pæli því. Þannig að það er svona við erum svolítið, ofta köfluð svolítið reaktív í aðgerðanum, sko. Já. En við reyndum auðvitað eftir okkar besta höfði að gera möt og finna út og við vissum alveg af til dæmis þar sem að komi yfir þegar hraunir komi yfir Heitavarsæðina, við vissum alveg af þessir áhættu og vorum búin að gera ráðstafanir fyrir því, sko. Þannig að liggur til dæmis kaldavatnið og ef maður hugsa bara út í kaldavatnið, það er í sjálfu sér algjör lífæð. Ef að kaldavatnið fer, þá getum við drepið á vélunum og það var engin Heitavarsframleiðsla. Þannig að við vissum alla þessa veiku bletti og vorum að gera ráðstafanir en við fellum svolítið á tíma þegar við vorum í hjávitaðagerðinni. Já, förum aðeins betur yfir þá eftir því að mér langar aðeins að því þú nefnir þarna það var búið að gera möt og það er í raun og veru bara samvinnu, mikilvæg samvinnu þakka á miklum undirbúningi. Það fer þarna í gang sjálfkrafa, eða ekki sjálfkrafa, það fer þarna meðvitað í gang mikilvinna eða undirbúa það sem gæti mögulega gest. Getið þið svona sagt mér aðeins frá hvernig svo samvinna átti sér stað? Sko það var gerð þarna, ég held eins og Halldór nefndi að það var verið að einblína á jarðskjálfta og það var búið að gera það mörgum árum áður. Ég man bara þegar ég var gutti 6-7 ára gamall að þá var Ragnar Skjálfti að heitin að spá jarðskjálftum á þessu svæði og mjög stórum skjálftum. Þannig að það var búið að tala um þetta ansi mörg ára á undan. En þarna 2021-2022 er farið í þessi áhættumöt, gera þessi áhættumöt og sviðsmyndir og stærsta sviðsmyndir gengum mikið út og það kemur stór skjálfti og sú samvinna var unnin á milli þessara fyrirtækja og að leita verkfræðistofu og gera skýrsla fyrir ráðuneytið og en hún gekk mikið út á það að það væri von á stórum skjálfta. Já. Og að þessari samvinnu komi náttúrulega bara mjög ólíkir aðilar. Hvernig var svona að þetta er ólík orkuveitu fyrirtæki með mismunandi eignarhald, það eru stjórnvöld, það eru verkfræðistofur eins og þið nefnduð. Var ekkert flókið að draga þetta fólk alltaf borðinu? Þarna vorum við svolítið heppin að eiga svona apparat sem við köllum neyðarsamstarf raforkukerfisins og frumkvæðið þarna kom þarna frá því samstarfi. Við erum vön að halda æfingar einu svona ári, setja upp alls konar neyðarsviðsmyndir þannig að við kunnum að tala saman og þekkjum hvort annað svona í bransanum, sko.
Þannig að það má eiginlega segja að þau hjá náttúruhamfara sjóði held ég sem að hétt einhvern tíma viðlaga sjóður og núna höfðu svona frumkvæði að spurja hvort það væri eitthvað til, leituðu til neðarsamstarfsins sko hjá raforkukerfana og þar með fór þessi vinna í gang og við héldum utanum þetta þar og mér langar líka þess að nefna í þessu samhengi að því að við erum að tala það sem við erum búin að vera að meta og við erum að meta og við trúum því alltaf sko að versta sviðsmynd muni ekki birtast en það rosalega lærdómur finnst mér út úr allri þessari vinnu og allir þessu samtali að við vorum svolítið að segja já þetta versta sviðsmynd en hún aldrei að fara að gerast en svo bara gerðust þær ansi oft eins og við erum búin að nefna að hitaveitulögnin fór í sundur, háspennulínur fóru í sundur, vassöflunin í láfum lá undir á tímabili og svo framvegis sko. Og þetta var allt saman í þessari og þetta var sem betur fyrir allt í þessum greiningum, þessu sviðsmyndagreiningum sko. Þannig að það voru allir sem betur fyrir mjög meðvituð hvað væri allavega það versta þó við tryðum því kannski ekki alveg einstinni við myndum endilega fá það versta en við fengum það svo bara í þessu. En þetta alveg góður punktur þetta því að sko eins og með varnagarðana í upphafi þegar vorum að tala varnagarðana að skýla virkjunni fyrir hugsalum eldgosi það var pínu træða í upphafi þegar við vorum að tala varnagarðana og það var akkurat eins og nefnir við vorum að tala svörtustu sviðsmyndina menn hugsi, þetta getur ekki gæst, það svo fjarstæðu kennt sko, en ég myndi ekki vilja allan að vera í dag án varnagarðana. Þannig að varnagarðinni koma út úr þessari undirbúningsvinnu? Já. Til dæmis. Varnagarðinni, við sko, fyrsta sem að við, þegar það kemur eldgos, það fyrsta sem að við vissum og kunnum að í Vestmannaeyjum hefði verið notað einhverja vatnskælingar. Þannig að við heldum að það væri nú bara málið að það þyrfti að koma þarna upp vatnsleiðslum og fara að kæla. Svo þegar við fórum að skoða þetta betur þá var það kannski ekki endilega besta leiðin til þess að stoppa hraun heldur var reynsla annar staðar frá að varnargarðar af réttri gerð eða leiðigarðar kannski frekar það væri miklu öflugra tól heldur en beint einhver hraunkæling þannig að við fengum leyfi fengum peninga í gegnum forsætisráðuneyti það var einmitt svona ráðherranefnd sem var ráðuneyti stjóra sem var skipuð og það fyrsta sem við fengum eftir svolítið baráttu að peninga til þess að setja í hönnun á þessum varnar og leiðigörðum en við fengum ekki leyfi til þess að reisa og þó að við vildum gera það sko einmitt í kringum virkjunina og á fleiri stöðum svo það þegar það búið að gjósa nokkur sinnum sem að við loksins náum eyrum stjórnvalda og þá eru þessi neyðar lög sett fjármagn í að fara að reisa garðana og ég segi það hefði ekki mátt seinna vera bæði Svartsengi virkjunin og líka Grindavík ég held að þetta sé ótjónað frá gosinu einmitt út af því að loksins kom leyfi til þess að reisa þessar varnagarðar og þeir eru búin að vera mjög mikilvægt þáttur í þessum vörnum en það alveg rétt eins og þú nefndir hérna áðan að það var alveg barátta að fá að gera þetta sko. Og það var þá ekki fyrir en að gosin, að við fengum náttúrulega fyrst bara svona túristagos eiginlega, maður gekk hérna upp í Alsell og skoðaði undur náttúrunar þarna en það þá ekki fyrir að virknin fer að færast yfir á þetta svæði og þessi þarna í nóvember þegar kvikuhlaupið verður en það endar ekki með eldgosi en Grindavík springur þarna í sundur og lyftist og dettur niður og allt það raun og veru þá sem að loksins var gefið leyfi á þetta og það alveg hægt og það alveg rök fyrir því að þetta reisa svona rosaleg mannvirki ef það reynir aldrei á því þá hafa þau rosalega mikil áhrif í umhverfinu þetta er alveg valið sjónamið sko en þarna var allavega komið í gang þannig kerfi af náttúruna hendi að það var ekki lengur hægt að rökstyðja það að fá ekki að gera þetta sko að setja þessa garða upp sko. Þetta breyti líka svolítið sviðsmyndinni fyrir okkur akkurat að fara á þetta stig út af því að það var akkurat eins og með hjávita aðgerðina ef þú að leggja líðan lögn eða einhverja nýframkvæmdir þá þarftu tilskili leyfi og réttindi og það fram eftir göttunum sko en akkurat þegar þetta lýst yfir á þetta stig þá gátum við keyrt framkvæmdir miklu hraðar og það maður svona eftir á að hyggja á hefðu við sennilega ná hjávita aðgerðinni sko ef þetta hefði komist fyrr á þetta stig sko það breyti miklu sko.
Voru einhverja fleiri lausnir svona sem voru prófaðar í svona aðdraganda? Já, við náttúrulega lögðum þarna háspennulínu 1, 2 og 3 yfir hraunið í fyrsta gósinu og á Íslandi hefur það tekið svona 10 ár að fá leyfi til þess að reisa eina háspennulínu. Þarna var bara eitt símtal og við fengum leyfi til þess að reisa háspennulínu. Fengur svo sem viðbrögð í kerfinu að menn klóruðu sér alveg í hausnum yfir því hvernig í ósköpunum það tókst að fá í raun og vera að gera þetta. En þarna fengum við landhelgisgæsluna í lið með okkur og þyrluna bara og það var á mettíma þegar strengurinn til Grindavíkur, dreifiveitu strengurinn til Grindavíkur fer í sundur og hraun lekur yfir hann og hann lifir í 4 daga eftir að hrauni lekur yfir og sá tími var notað til þess að setja línu yfir runnið hraun. Það var mjög mikið afrek að ná að gera það og koma aftur rafmagni á Grindavík á svona skömmum tíma sko. Þegar við voru þarna alveg stóðu nú í ströngu, Guðmundur Helgi, þannig. Já, við hvað þetta náttúrulega með aðstoð Landsnets og starfsmanna Landsnets að reisa þetta fyrsta línuspenn og en talandi varnagarðana að þeir hafa þetta er svona tvíeggja sverðsvoldi sko að þetta varði auðvitað byggðina og orkuverið en þetta er náttúrulega leiðigarðar að einhverju leiti þannig að þeir hafa líka leitt hraun yfir okkar veitulagnir og en varandi ef við snúum okkur aftur á línunni að þá var þetta magnað að ná þessu á þessum tíma og menn horfðu til þess og þess verkefnis áður en næsta hraun kæmi að reisa framlengja þessa línu og það tókst nú áður en að næsta gusa kom og svo kom hún og línan fór mjög hratt en menn töldu sig þegar var lagt í hönnuna á framhaldinu að mastu númer 6 í svo kölluð að það er næst vastangnum að það mastur er alveg örugglega safe en svo kom á daginn að það var umlikið hraun líka þannig að við vitum svo sem aldrei hversu langt þetta nær og hvernig þetta endar en talandi svörtustu sviðismyndina líka að allan hefur okkur fundist að við erum búin að vera að fá aðvaranir í gegnum allan hennan feril og hraunið og hraunrennsli hefur alltaf verið að ógna meira og meira og við erum ekki enn farin að sjá held ég svörtustu sviðismyndina sem er náttúrulega bara orkuverið okkar í Svartsengi að því verði ógnað en vonandi sjáum við hana aldrei en maður óttast allavega svona kannski mest eins og þannig í dag að henni gæti orðið ógnað. En hvernig er að undirbúa þá alltaf næstu skref þegar óvissan er svona gríðaleg? Maður svo sem bara reynir að eins og ég sagt áður að horfa til kerfisins sem við eigum, hvernig við getum nýtt það sem best. Við búum vel á sviðinu sem varðandi dreifiveitu kerfið að það er öflugt og við eigum margar hringtengingar, eigum marga tengistæði, höfum verið í góðu samstarfi við Landsnet varðandi afnot á ljósavélum, eigum möguleika að tengja þær inn á ansi marga staði. Það var allum eina sviðismyndunum að skipta Reykjanesbæ og Suðurnesjum bara upp í eyjur og það er til slík plön og þannig að við búum vel hvað dreifiveitu varðar, það er öflugt og það er sterkt og eigum marga möguleika þar og það er nýst okkur og það er líka nýst okkur í undirbúningi fyrir svona atburði að full nýta það. Þetta er akkurat svona eins og nefni sko, raforkulega séð þá er ég nokkuð slagur. Myndi ég bara frá mínum persónulega sjónarmiðum hvað var kalt vatn á svæðinu eða heitt vatn þá verð ég svolítið uggandi sko. Já, það er náttúrulega bara eins og öðrum stöðum á landinu, það er bara ein hitaveita í boði. Það er bara ein gjá, rétt hjá og hún er lífæðin og við höfum þetta verið í tilraunarborunu núna, heitu vatni. Við höfum náð hana 2 hólfum sem eru væntanlega hána eftir að tilraunadæla en það eru líkindi á að fá heitt vatn upp úr því. En eins og maður horfir á Reykjanesskaga bara svona í heild sinni og má nú ekkert fara fólk en það er ekkert rosalega vel sett hvað var það ferskvatn. Þetta er mikið sjóblanda, þetta er svona tvílaga sjó, mikið leiðni og selta annars vegar og svo er slikjaði ofan á. Svona í samanbyrju þetta ég þekki nú vel til höfuðborgarsvæðis, þar er nú talsvert betur sett með heiðmörkina. Þannig að þetta er svona innviðir sem að
erfitt að finna nýja innviði. En segðu mig þá frá þessum degi þegar þessari lífæð var ógnað. Já, þetta var svolítið svona sama sagan, það var búið að vera eldgos og ég man eftir, ég keyrði hann í vinnuna og þetta var alveg ljósa dýrðin, myrkur, það var svona rautt yfir allir, þetta var svolítið romantist sko. Ekki áttaði mig á því að dagurinn færi svona eins og hann fór sko. Ég upphafði var þetta svona, já maður sá að ég var búin að skoða hraunlíkunin og hraunlíkunin er algjör líkill fyrir okkur og það er rosalega gott að sérlega mikil vinna í þau við að átta maður sér betur á landslæðun og hvernig hugsaðlega sviðsmyndinar eru en það var svona þetta moment þegar hann fór að nálgast alveg við Grindavíkurveginn. Við vorum á staðnum, við vorum á fullu að reyna að klára hjá þetta aðgerðina og með fullt af mönnum hann á staðnum að reyna að klára hana. En svo var ég búin að skoða hraunlíkunin og hæða kóðana og ég vissi það bara leiða þetta fyrir yfir Grindavíkurveginn, þá kemur þetta svo sundluð niður og svo raun gerist þetta á staðnum og þá alveg rennur á mann sko, þá kemur svona pínu panik sko, ég veit ekki það alveg. Svo svona fór þetta svo að fór. Það er þetta hörku sjón að spila, sjá gufun út allar áttir og hraunið yfir. Við vorum búin að gera vissar svona ráðstafanir, við vissum að við ættum efni. Við vissum að við þurftum eitthvað að framkvæma eitthvað kraftaverk sem hefur aldrei verið gert áður. Við vorum með mjög samstiltan hóp sem að í rauninni bara við lögðum hendur á plóg og fórum ótróna slóðir. Varandi þessi aðgerð, ég svona oft, maður var svona líka ósofin, þetta var svo erfitt ástand sko, maður var ósofin í 4 daga, ég var að klappa mönnum hann á baki og sagði, heyrðu, viltu ekki fara heim? Og hann sagði, heim hvert? Þú veist hvað, ég var endur minn í kalt hús, ég hef ekkert að gera heima, ef ég var verið ekki stað, þá var það hérna, þannig að það var svo mikið kvartning sko, það var svo mikið undir, þetta var svona, og miklar svona blendna tilfinningar eins og fyrir mitt liti bara ég man kannski búin að nefna við því sko þegar ég var að drepa dælustuðin á Fitjum, þetta var svona tilfinning sem ég vona að ég upplýði aldrei aftur það var eitthvað að standa sko, þetta er framrasa dæluna fyrir allt Suðurnesin, þetta bara það sem dælir inn í öll hús heitu vatni og standa hana tikk inn út rófana sko, drepa dælunum standa hana í hljóðinu sko allt svona mótor niður í þessu öllu og standa hana bara heyra bara í einhverju fuglum úti eða svona hálfsérkennileg tilfinning sko. Örugglega alveg í anstöðu sem að við þitt starf sem við Já, þetta er að síða þetta sem maður vill Nei, og þú hefur tekið undir þetta Guðmundur Helgi, þetta er náttúrulega rosalegt álag og erfitt að svona já, bara ganga eða svona halda sig gangandi við svona aðstæður Já, ég segi fyrir mitt liti að ég var staddur á Tenerife þegar þetta gerist. Það var mjög slæm tilfinning og en við eigum góða og eigum góða mannskap hjá Háasveitum og félagi minn úr Hafnarfirði, hann kom og tók við keflinu en þetta var mjög bæði skrítið að sérstaklega þessa aðgerð að upplifa hann eitthvað annar staðar en heima hjá sér og geta ekki verið á staðnum en á sama tíma ljúft og notald að sjá að það gekk vel og gekk bara vonum framar og menn hafi þurft að taka á því. Já. En eins og fyrir öryggisstjóra eins og þig, Halldór og Jónas er að tala vera ósofin í 4 daga og það er rennandi hraun og allir að vinna kapp í tíma, það lítur bara að fara þig. Það gerir það sko og þetta er einmitt fókus sem að við reynum að passa, það er að fólk fái hvíld, það er að fái mat líka, maturinn og orkan til þess að vinna skiptir rosalega miklu máli þannig að þetta eru hlutverk sem einhver þarf að fá í svona mikil aðgerð það er að passa þessa hluti og þannig að það er bara mjög mikilvægt að einhver fái það hlutverk að passa, fólk fái næringu og fái hvíld og svefn en ég veit að það við höfum svo sem séð það áður í miklum veðrum og annað slíkt er að verða tjóna að fólk í vinnu hjá þessum okkar fyrirtækjum það vill klára hlutina og við höfum jafnvel þurft sko frekar en ekki að ýta því í hvíldina vegna þess að það er samt betra að hvílast og byrja aftur og ég sem öryggisstjóri veit að sko ef það verða alvarleg slys þá er einn þátturinn ofþreyta sem að veldur bara
mjög alvarlegum slysum. Þannig að við þurfum að svona þora að taka samt að frumkvæðið og stjórna þessu og kannski ekki endilega leyfa fólki að velja þetta, heldur passa að sé svona skipt inn á og fólk fái hvíldina og matinn sinn og þetta stemmingu, þú veist, til þess að þetta sé skemmtilegt og árangurinn sjáist og hann breiddur út, sko, við erum að ná þessum árangri, þetta á réttri leið, það þarf að koma með þessa hvatningu líka til fólksins, sko. Sem er mjög mikil drive eða mikil orka til þess að klára svona verkefni. En ég held að ég tala nú bara fyrir sjálfa mig, sko, maður stendur í brúnni. Ég náði ekkert neini hugar á nokkru tíma. Það er svona hluti af þessu. Ef við tala fyrir þá sem maður að vinna verki, þá voru settur upp vaktir og þeir stiltir upp rafsuðumenninir og hérna, það var nú þorrinn að þessu rafsuðumenn og jarðvinnuverktakar sem voru í þessu, þannig að þeir voru nokkuð góðum málum, sko. En fyrir mitt leiti þá fekk ég bara enga hugar og ég fann það, þú veist, ég fór inn á hótel, ég ætlaði að leggja mig. Ég lá hana bara, þetta gengur ekki, ég er farin út. Þannig að ég náði aldrei hugar onni, sko, þannig fyrir mitt leiti þegar maður stendur svona í forsvari fyrir það, en auðvitað heilbrigð skynsemi hefur maður átt að leggja sig. Ég skilði vel og það er ekki það sem ég meinti. Ég meina sko fólki sem er í átökunum og er í þessari líkamlegu vinnu. Við þurfum að passa það rosalega vel því að áhættan er svo mikil hjá því fólki. En við sem erum einmitt í þessari stöðu, þú veist að það er alveg, við erum ekki í þessari hættu að klemma okkur eða brenna okkur eða eitthvað slíkt, skilur. Þannig bara svo það sé sagt, sko, það er að taka þetta út frá áhættum. Algjörlega, hárrétt. Þetta upplifun hjá þér, voru bara allir tilbúnir að fara og leggja sitt að mörkum í þessum hættulegu aðstæðum? Já, ég vil sjálf óta að segja það og hérna, eins og Halldór sagði líka að hérna, það er einmitt að taka þessa hvíld, ég held að sé gríðarlega mikilvæg og hérna, menn einhvern veginn eru samt í einhverjum gýr sem að hérna, þetta er svona eitt af þessum lærdóm sem að maður tekur út úr þessu, hvað þetta skiptir miklu máli og reyna svona, já, að menn fá að hvílast og hérna, það séu menn á bekknum til þess að koma inn á þegar þörf er á og við svo sem fengum aðstöð frá öðrum veitufyrirtækjum líka, veitum til dæmis og Rarik og það var auðvitað gert til þess að létta á okkar mönnum, þannig að hérna, en svona þeir sem stóðu í framlínni allan tíman að þeir voru svo sem ekkert sérstaklega vel hvíldir held ég á köflum, sko. Nei, og þið fenguð aðstoð frá fleirum. Þú sagði mér hérna á sínum tíma frá að sérsveitin hafi verið með í þessu öllu saman. Já, það var hérna þegar að skjálftarnir gengu yfir í nóvember að þá fengum við hérna sérsveitina með okkur og þeir fóru sett í rófarhreyfingar á kerfinu án rafmagns í raun og veru en hérna þannig að við stýrðum þeim bara í gegnum búkmyndavélar og með tetra og hérna og það var kannski gert bara út af því að menn vissi ekki hvernig svæðið var og hérna við röndum blind í sjóin hversu illa það var farið þannig að okkur bauðst þetta að fá sérsveitina með okkur í þessa aðgerð og þáðum það og þeir fóru með unnu bara samkvæmt sínum starfsreglum fórum undanfara og könnuðu svæðið með drónum áður en það var farið inn á það og við, já, þetta gekk mjög vel og þannig náðum við að koma rafmagn á kerfið aftur í Grindavík þannig að við fengum stuðningin víða að og hérna, við erum afskaplega þakklátt fyrir það. Það var náttúrulega mikil svona þannig öryggis gæsla ef að svo maður horfði það í gegnum þetta allt saman, það voru drónar á lofti bara lungan úr þessum tíma. Einmitt sérsveitin sem er svona sko, sérfræðingur í svona línuvinnu þá meina ég að tengja sig í líflínur og búa til svona system í kringum það, sko. Þannig að þeir hjálpuðu mjög mikið til og að yfirfæra þá þekkingu í framhaldi var þetta settur svona alltaf einhver öryggistjóri yfir Grindavíkursvæðinu, þannig að ef það fólk þurft að fara inn, við svo sem vitum þá sorglegur atburður, það datt einhver onni í gjótu og fólk var næstum dottuð onni í gjótur og fara með fótinn niður og svo framvegis. Þannig að þegar þetta var ljóst að þá var einmitt sérsveitin fengin hérna til aðstóðar til þess að tryggja svæðið bara og unnu þarna alveg gríðarlega flotta vinnu, sko, og komuðu sér með á svona svolítið góðan standard. Ég man einmitt hérna þegar þeir fóru í þessa vinnu fyrir okkur þá nefndi ég á einhverjum neðastjórnarfundinu í okkur að ég ætlaði aldrei að senda menn þarna inn á svæðið í línur, þá hefðu raunveru ekki þarna að gera og hérna en ég nú aldrei sturt að geta þónum í dag að þetta eru menn bara í beltum og hérna í blokkum og annað þannig að hérna menn
eru ótrúlega fljótir að aðlagast og menn eru einhvern veginn tilbúinir bara að nota þau tæki og tól sem er í boði og þetta er svona gott dæmið og hvernig, mannskepnin er gerð sko, að hvað við erum fljóta aðlagast sko. En það tengist kannski líka þetta eins og þið voru búin að nefna þetta áðan að við trúum því ekki að hlutirni geti brotnað í jarðskjálftan ef við sjáum það. Já. Það er líka, þú veist, þegar eitthvað er búið að gerast því miður, þá fattar fólk það mjög vel að við þurfum að gera góðar öryggisástæður, við viljum ekki að svona hlutir gerist. Sko. Það er ekki fyrir þetta snertir okkur einhvern veginn. Það snertir að það kemur tilfinningin og við skiljum þetta rosalega hratt og eftir það er eftirleikurinn miklu auðveldari. En við þurfum stundum eitthvað svona til þess að ýta við okkur, sko. En tölum aðeins nánar svona tækja tól og nýta svona það sem er í boði. Það voru náttúrulega alls konar lausnir eiginlega bara funnar upp á hlaupum við að bregðast við þessu öllu saman. Já, það var mikið tekið á staðnum. Í hluti sem er yfirleitt notaður í viðgerð og túrbínu voru komnar hann út á örkina. Og hann er búið að vera að tala um þessa verkfræði hönnu sem þessi lögn er sko. Já, hún var nú til á svona óvenjulegan hátt. Já, sannleikurinn er bara voðalega einfaldur. Lengjan, þetta er 500 mm læknarefni og allir galdur við að hún er tekin í hlik sem er svona tekið úr guðvitinni, mestmægnis. Og ástæði fyrir hún var eins og hún er í dag, lengjan er 12 metrar og það var 26 metrar, tekin í hlikir. Það er ekki flóknar en það. Það er aðeins tekið úr samingi í fjölmiðlum. En svo að sama skapi fann maður það líka sko, ég veit að margir vera kannski sáróti með en svona þorrin, ég menna þessi aðgerð að leggja hituautalögnina, ég held að hann slegið eitthvað með að leggja hana 600 metra á 2 sólarhringum. Þorrin af þessi er bara erlends vinna sko. Þetta var allt erlendir suðumenn og maður fann það alveg að þeir vissu nákvæmlega hvað það voru að gera og þeir hafa verið sambærilega með svipuðum aðstæðar áður og þetta er þessi menn, ég ber bara mikla virðingu fyrir þeim. Stóðu. Hvað tekur venjulega langan tíma að leggja svona langa lögn? Já, svona langa lögn. Ég er svona með viðmið í hausnu, svona 1 rafsuða 500 með að snikka hana til og svona 2 tíma. Yfirleitt svona gæna 2-3 í rafsuðu sko. Þannig þetta voru minni með 52 suður sko. Og það var rosalega erfið verkefnastýringin, ég menna það var allt tekið bara ákvarðanir á staðinu mestmegnis, mikið aðfengu sem vantaði á staðin og þetta var allt svona unnið, við vorum gríðarlega heppnir að vera með ístakastaðanum með alla vinnuvélanar, það var nú bara lottovinningurinn sko, þannig alla jarðvegsframkvæmdina voru auðvitað. Vorum með hana gríðarlega öflugan krana og flutningam aðila á staðinu verktaka og ég kláraði símaskrána á allir félaganir hérna með rafsuðumennina. Þetta er nú ekki mörg fyrirtæki í þessum gera en það mætti allir. Var ekki svolítið áskorun að ég mætti spyrja að bara stilla þetta af á meðan allir voru að vinna í þessu, þetta væri bara kjurt á meðan það væri verið að ná að sjóða þetta? Jú, það var alveg temmilega áskorinn. Ég held að það farið hann að byggja eitthvað 400 eurobretti undir þetta og þar komu akkurat jarðvegsverktaki sterkur inn með gröfuna til að hæðastilla þetta og fá þetta til að fitta saman sko. Við vorum með á sikkurum endan en það var svona menn sem ég treysti fyrir lífinu á sikkurum staðnum í flóknustu aðgerðinni. Þannig að þetta var svona samstilt en það var mikil hvatning og í rauninni frá mínum bæðir sé bara heiður að hafa verið með í þessum hóp sko. Og þetta hafa allt gengið upp og á svona skömmun tíma og maður fann það líka, þetta var svona mikla tilfinninga bæði í samfélaginu, þetta veist Reykjanes sem var bara, þetta var slaus. Það var mikla tilfinninga líka í þessu og mikið afrek í mínum huga. Og þið hjá Landsneti voru líka með svona sniðuga lausnir að verja ykkar línur sem að svona hljóma einfaldar en alveg ótrúlega skilvirkar. Það er eitt af því sem kom út úr þessar undirbúningsvinnu sem við fórum í þegar við vorum að hugsa um þessa leiðigarða og að því við svo sem vissum ekkert hvar hraun gæti komið upp á fleiri stöðum þannig að fókusin var að verja Suðurnesjalínu 1
og þannig að við fórum og lögðustu í feld með verkfræðingum að passa það að Suðurnesjalína 1 myndi aldrei, að henni yrði aldrei ógnað í þessari atburðarás. Þannig að þess vegna hönnuðu við þessar svokölluðu rósettur utanum línurnar, það setja í raun og veru einangrun á stæðurnar og stögin og svo bara nóga jarðvegi undir og búa til svona eyju. Og þegar að hérna gosið kom þarna og Svartsengislínan var undir, þá drófum við það bara fram sem var hugsað til þess að verja og algjörlega hugsað fyrir Suðurnesjalínu 1 og notuðum það fyrir Svartsengislínuna og það virkaði svona frábærlega vel. Það er bara, ef að þetta hefði ekki verið, að þá hefði línan farið og þá hefði orðið orkuskortur í öllu landinu. Það er mikil afleiðing sem að hefði fyrir þjóðfélagið ef að Svartsengi dettur út vegna þess að við erum svo tæp eins og við vitum bara að reiðuaflið í kerfinu og afgangsorkan í kerfinu er svo lítil að við megum ekkert við að ein virkjum detti út. Þannig að í staðin fyrir fengum við þarna kannski nokkura klukkutíma truflun í landinu því við tókum línuna út á meðan hraunið var að fara að undir. Þess að við erum ekki með álag á henni, ef hún færi sundur og gæti þá haft skemmdaráhrif inn í virkjunina, en svo þegar við sáum þetta virkaði og línan var bara sett inn aftur, að þá var hægt að taka þessar skerðingar sem að voru í landinu og náður einverulega langt norður í land, það er bara landið var undir í stórum fyrirtækjum, þannig að það var hægt að aflétta bara nokkurum klukkutímum seinna þessum skerðingum vegna þess að þetta virkaði svona vel sko. En síðan fórum við þá líka í framhaldi að færa þessar línu, einmitt eins og búið að koma hérna fram að við erum búin að gera hraunflæði líkun bara út í bara, má segja að allar sprungur sem við vitum að eru þarna á svæðinu og mögulega getur gosið upp erum við búin að gera hraunflæði líkun. Getur gosið þarna í 1 dag eða 2 vikur og við sjáum hvert þetta mögulega getur verið að fara og út frá því hérna breyttum við legunni á Svartsengislínunni. Þannig að hérna núna er hún miklu betur staðsett hérna í landslæginu og þó að það gjósi þarna áfram, að þá er virkilega búið að koma í veg fyrir það að það sé allavega mikil hætta á að henni sé ógnað aftur við eldgosið þarna. Og þetta hlýtur að nýtast á ykkur líka í dreifikerfinu, Guðmundur? Sko varandi kannski í Svartsengislínu þá sko hefur eins og Halldór sagði hefur þetta áhrif á allt landið en við erum að fá rafmagn til í áttina Reykjanesi og það kemur inn á Fitjum en þetta hefur klárlega áhrif á allt landið. Ég má nú alveg hrósa ykkur fyrir hérna með varðandi línuna sko, þetta var einhverjum vel gert, maður sá það akkurat þegar hraunið kom að hérna þessar aðgerðir það er hefniðis fullkomlega sko og maður sá það svona eftir sem að þetta er þetta mikill hiti tréstaurana hefur bara rétt sér viðinu en ekkert meira en það en þetta var gríðarlega vel að verki í staði og sérstaklega líka með nýju línuna koma maður hana upp masterinu sá það hana snöggir að hendi steipumótunum það var virkilega vel að það er sama, það var bara hringt í alla vini og alla sem kunni eitthvað og menn köstuðu frá sér verkefnum hérðan og þaðan og bara fóru í þetta. Þannig að þetta var bæði þetta fólk frá Landsneti en líka verktaka sem hefur verið að vinna með okkur í gegnum árin að þau voru til í þetta að koma bara fyrirvaralaust. Þannig að það er margt svona sem hefur verið í þessum aðstæðum sem sýnir okkur Íslendinga að þegar við þurfum þá getum við verið bara snögg að bjarga hlutunum sko. Og verkfræði stóðu með mikla þekkingu og kunnáttu að búa til þessar lausnir svo. Já. En voru einhverja lausnir sem að virkuðu ekki, sem að voru settar fram í þessar undirbúningsvinnu? Lítur nú verið eitthvað? Það er náttúrulega má segja að það komið hérna aðeins fram að það var grafin upp strengurinn til Grindavíkur og settur í loftlínu. Lærdómurinn þar, það hefði þurft stálmöstur og það hefði þurft að verja möstrin. Það er ekki hægt að segja að þetta virki eins þegar út með stálmöstur eins og í Svartsengislínunni og ætla svo að vera með trémöstur við sömu aðstæður þarna á þessari línu þó að spennustíði sé minna. Það hefði þurft eins lausn til þess að myndi virka. Stál. Menn hefði þurft að hugsa miklu stærra. Menn þurft að hugsa stærra. Þetta var svona, ég held að maður hafi ekki átt vonað því að svona mikið hraun myndi aftur koma þarna niður í þetta sko. Og svona þunnfljótandi líka. En ef það hefði verið farið í sambærilega lausn þar, þá ég er alveg vissum að það hefði virkað sko.
eins og var gert í Svartsengislínunni sko. Sama maður segja líka við hjá þetta aðgerðina sko. Við varum að vanda okkur rosalega mikið að hérna, fara í sverara lagnaefni og fara nógu djúpt og við vorum með vinnuvélar hann að fleiga niður í grjóti sko. Ef maður hefði vita það sem kom yfir okkur þá hefði nú bara lagt hann að freka grund og klára þetta sem fyrst sko. En maður vitur eftir á oft sko. Já, það er náttúrulega samt, það er mikilvægt að taka svona lærdóm út úr öllu svona á hlupi og nú erum við náttúrulega stödd þar að við vitum ekki alveg framtíðina og hérna, hvað er svona svona stærsti lærdómin eða svona hvernig munur þess að lausni þróast áfram í mögulega, bara eldgosa tímabilið til langra framtíðar? Ef ég má taka þetta kannski aðeins, svona til Grindavík og það sem við erum að horfa svona í framhaldi af þessum línubrun okkar þarna að þar erum við að horfa til þess að fara með 630-40 metra langt línuspenn beint úr Þorbirni og inn til Grindavíkur og þannig að við erum komið með það svona 20-30 metra upp í Þorbirnin, þannig að við erum að horfa það svona til lengri tíma og leysa þannig innmötununa til Grindavíkur en þannig að mann fannst það kannski fjarstöðakent þegar við ákveðum að fara í þessa línu vegna þess að fyrsti línustubburinn var bara góður og reyndist vel og menn hönnuðu framhaldið með það í huga að þetta myndi standast þess árun og verður kannski að merkilega í þessu líka er að þegar maður horfði á þetta gerast live í dróna að hrauninu var ekki búið að umlíkja púðana þegar kviknaði í þversláni og það er svona lýsandi fyrir að varma uppstreymi er gríðalegt og þversláin er þvert á staurana og það er svona kviknar fyrst í þverslánum og svo eru náttúrulega staurarnir tjargaðir en stálstaurar og stálmöstur hefur klárlega að lifa þetta af held ég þetta séu út að segja og menn þau kannski átt að verja mösturinn betur með jarði en það er ýmis lærdómur sem maður dregur að þessu og við erum svona kannski ennþá pínulítið að jafna okkur á þessum línubruna þannig að en það er svona við erum að horfa til þess að fara með eitt línuspenn frá Þorbirni og inn til Grindavíkur sem á þá ekki í snertingu við mögulegt hraun sem rennur þarna undir. Við erum svolítið, finnst mér í sömu spórum eins og þegar þetta var að byrja. Nú ber vísindamönnum ekki saman hvernig þetta muni þróast. Og sem að er bara svolítið vont sko. Mismunandi skilaboð sem er að koma. Sumir segja þetta sé bara að klárast og verða búið og meðan aðrir segja þetta sé að færast til og fara á annan stað og annarkvort sko í norðurátt eða suðurátt sko. Þannig að ég held bara aðalmáli núna er að við þurfum að vera bara við öllu búin og við erum að fara að styrkja sko Suðurnesin með Suðurnesilínu 2 og við höfum allavega fengið tækifæri núna til þess að endur hanna í raun og veru hvernig hún verður lögð út af þessari reynslu sem við höfum fengið þannig að möstrin þar verða mjög vel varin þarna út eftir sko. Og mögulega þurfum við líka að horfa á að raforkuflutningskerfið sko dreifikerfið er mjög vel möskvað og það er bara tengingar eins og búið að koma hérna fram í allar áttir en það má gera betur í okkar kerfi þannig að við þurfum svolítið að horfa á það að tengja betur saman virkjanirnar sko Reykjanesvirkjun og Svartsengi og að við séum sjálfbæra að ef það er gos á norðari hluta Reykjanesins að þá sé það sterkt kerfi sunnanmegin að það haldi öllu uppi og svo öfugt. Við þurfum að styrkja þetta til þess að það er áhætta að flutningskerfi getur orðið fyrir njaski ef að svartasta sviðsmynd bærtist hjá okkur hvað það varðar. Og það er búið að sýna sig að hún getur alveg byrst. Ég sammála þetta með fræðimennina. Það er gríðarlega óþægilegt. Það eru svona misvísandi skilaboð frá þeim sviðsmyndir og eins og staðan er núna akkurat í Svartsengi ég held að það myndi nú fara flesta ef myndi keyra hana upp að varnargörunum við Sillingafelli að hann er orðinn himinhár varnargarður og þegar þú keyrir hann og skoðar hraunbreiðunar þetta er að vera
á við ykkur blokkir hana að Hrauni og það var bara að vera að leika hana ykkur taumar yfir varnagerinn inn á svæðið og þegar sér fjarlæðinar og upplifir þetta staðunum þá held ég menn myndi nú frekar vilja gera miklar ástæðana heldur en litlar en framtíðin er okkur við erum nú búin að ræða þetta svona innan hús að við erum að fara að stækka hana varnagerinn þeim megin sem að og það er að koma öflugu dælubúnaði líka eins til að fara í hraunkælingu og reyna þá að fleita þessu frá. Við erum með nóga lagnarefni, þannig að við erum svona að reyna að svolítið að vinna með svörtustu sviðsmyndina og vera klárir í slaginn, sko. Og það lítur að gefa manni svolítið sjálfstraust, sko, að hafa farið í gegnum þetta og þó ná þessum árangri að svona, þetta er svona örugglega mjög ógnarlegt á meðan á því stendur en svo hort tilbaka lítur að gefa ykkur smá sjálfstraust í næsta áhlaup. Já, og líka samt sko eins og hún að tala áðan að það sem mér finnst svona óþægilegt við þessi misvísandi skilaboð vísindamanna að það er ákveðnar hugmyndur að fara í ákveðnar framkvæmdir en hversu hart á maður að verjast fyrir því að fá að fara í þær þegar svo kannski atburðurinn er bara búinn og maður veit að þetta eru framkvæmdir fyrir fleiri 100 milljónir og þurfa svo að standa fram fyrir því kannski og segja bara, já, þetta þurfti nú ekki, sko. Þannig að ég finnst það svona kannski stundum svolítið erfitt, sko, með hverju á maður að mæla og en já, við okkur hefur gengið vel fram á þessu og ég ætla bara að trúa því og við munum gera það áfram, sko. Já, við vonum bara það besta. Ég vona að sjálfsögðu að þið fáið nú þessu farið nú að ljúka og þið getið snúið ykkur að þessi hefðbundnari verkefnum í vinnunni. En Jóhannes, Halldór og Guðmundur, við langar bara að þakka ykkur innilega fyrir að koma og fyrir gott spjall. Þetta hefur verið gríðilega fólk. Takk fyrir. Takk.